gestir, geggjað spjall, hér í sófanum. Já, ég heiti Eva Halldóra og forstöðumaður í félagsmiðstöðinni 101 í Austurbæjarskóla. Ég heiti Katrín Guðjónsdóttir og ég starfsmaður í Gleðibankanum og Flótanum. Og ég heiti Kristófer Jónsson, starfsmaður í félagsmiðstöðinni 105 og Flótans, flakkandi félagsmiðstöðar. Nice. Já, við erum hérna komin til að bara spjalla vettvangsstarf á Flótan, ekki satt? Jú, mikið rétt. Ekki best svona einhvern veginn að byrja á því að skilgreina munin á því hvað vettvangsstarf félagsmiðstöðanna og hvað Flótinn, flakkandi félagsmiðstöð, Ég held það. Það einhverjir heima sem veit ekki neitt. Einhverjir þarna úti sem veit ekki neitt. Sem halda jafnvel við sögum foreldraröldi, eins og oft mikill misskilningur. Það svo mikið. Það algengasti misskilningurinn við Flótan, flakkandi félagsmiðstöð og vettvangsstarf líka. Einmitt. 2 góðir hlutir, 3 góðir hlutir. Já. En kannski gott að segja þetta, foreldraröldi einungis sjálfboðaliða starf foreldrana. Að þau fara út á í sitt hverfi og bara fylgjast með líðan og hugum barna á götum úti, Reykjavíkurborgar. En félagsmiðstöðvarnar eru kannski að halda úti meira skilvirku fagstarfi. Þó svo að foreldraröldi sé gífurlega mikilvægt, að þá vettvangsstarfi bara annars konar, þar sem eru þjálfaðir félagsmiðstöðvarstarfsmenn í sínu eigin hverfi að rölta hverfið og sjá hvort þau hitti á einhverju sem eru frá þeim eða öðrum sem þurfa á hjálp að halda eða stuðningi eða eru kannski að sýna merkjum áhættuhegðun, eitthvað svoleiðis og í raun og veru að halda bara utan sitt hverfi. Nákvæmlega. Á meðan að Flótinn verkefni sem byrjaði í sumar, flakkandi félagsmiðstöð sem var yfir alla borgina og rúmlega það. Og það fór líka aðeins bara út í önnur bæjarfélög. Virkar svona kannski að einhverju leyti svipað, þá þetta svona rölt og rúndur og athuga hvort að öllum líði ekki vel og þannig. En líka auka félagsmiðstöð eins og þetta var í sumar, eins og mér finnst best að lýsa þessu. Það sem eru viðburðir og bara séns fyrir unglinga að fá svona auka félagsmiðstöðar opnun sem að mér finnst ógeðslega cool, sko. Mér fannst þetta geðveikt og þetta lúkkaði líka svo ótrúlega skemmtilega og þetta verkefni kemur svona frekar snögglega. Þetta gerist allt mjög hratt. Mjög hratt. Það var rosa Það var bara einhver hugmynd sem var gerð að einhverju umsókn og allt í einu fengum við fjármagn til að keyra þetta. Og þau gerðu þetta ógeðslega vel. Þetta líka gekk bara svo vel. Það var góð mæting og þetta var einhvern veginn fór svona fram úr einhvern veginn bara vonum okkar. En hvernig, þú veist, nú var ég bara ekkert á þessum fundum og þau allt í einu fyrir mér sem var samt að starfa í sama húsi og þið. Þá voru þau allt í einu bara komin út á vettvang og bara byrjuðu að halda félagsmiðstöðvar úti og tengjast fullt af úlingum sem voru að hanga kannski bara eitthvað í skeifunni eða eitthvað. Þannig að fyrir mér gerðist þetta ógeðslega hratt. Þú veist, hvernig fæddist þetta og hvernig varð þetta af því sem þetta var? Þetta náttúrulega, þetta eitthvað sem að mörgum félagsmiðstöðvarstarfsmönnum og okkar yfirmönnum til dæmis hefur langað að gera í mjög langan tíma og hafa til dæmis skoðað svona starfi í Svíþjóð mikið, þar sem þetta bara algjört svona, bara mjög basic að segja þar, skilur fyrir þeim að vera með svona flakkandi félagsmiðstöð og það bara, eins og komið við fram, mjög hratt þá bara allt í einu gafst tækifæri til að vera með svona starf og ráða inn fólk í nákvæmlega þetta og þetta var í rauninni bara svolítið í mótun í sumar hjá okkur og að mörgu leyti var þetta markaðsstarf líka. Þetta var að kynna hvað Flótinn var og þegar við vorum rosa mikið að fara í heimsókn í félagsmiðstöðvar sem voru með opið yfir sumarið og í svona vinnuskólahópa sem við vorum að útskýra fyrir þeim bara, heyrðu, við erum ný, hér eru við, halló, við viljum vera félagsmiðstöð fyrir ykkur, alla. Og þá náðum við einhvern veginn að svona, vera sýnileg fyrir fólk. Við vorum með Instagram og
náðum þá að auglýsa svona viðburði sem við vorum með viðburði út allt. Við vorum með viðburði í Grái, Breiðholti, bara you name it, sko, hvar sem er. Og náðum þá að kynnast ógeðslega mörgum úlingum og sjá svona tengslanet líka kannski þeirra á milli, bara já, Siggi Nonni í Breiðholti er að hanga hérna með Nonna Sigga í Grái, skilurðu. Þannig að Siggi Nonni, gott. Þetta er sko grínnafni sem við notum alltaf í tjöfninni, það er alltaf eitthvað vantar ekki Sigga núna. Mér finnst þið, en alltaf, já, sorry. Og það var bara ógeðslega næs og síðan fórum við, þú veist, einmitt á svona, í svona vettvangsstarf kannski eftir það líka, þar sem við fórum á rúndinn og röltið bara borgina og vorum þá bara að tjekka hvort að öllum liði ekki vel og kynnast einmitt líka úlingum bara og þú veist, við kynntumst ótrúlega mikið af úlingum sem voru líka bara, þú veist, ég man svo vel eftir einu skipti þar sem að við komum, höfðum hitt einhverja krakka í vinnuskólahóp, hittum þau síðan einhvers staðar annars staðar úti kvöldið og mér leiði eins og rockstjörnum, sko, það var bara flotinn! Það var alltaf svona ákveðni hópa sem voru bara, tókum manni bara þvílíkt fagnandi. Allir mundu eftir manni og við myndum eftir þeim, það var svo gaman þegar við komum svona tengslanet. Og geggjað. Og síðan náttúrulega líka kannski einhverju sem við höfum ekki hitt og fórum og hittu þau síðan einhvers staðar úti bara á Klambaratúni eða eitthvað og komum þarna í bláu jökkunum okkar, öll eins bara masserandi, sko og bara eitthvað hæ að spjalla og þau bara hver eru þið? Náttúrulega skildu þetta ekki út, þetta var svo nýtt, skilur við. Héldu örugglega að vera einhverju trúboðar eða eitthvað. Já, eða foreldraröldi, það var alltaf annarkvort. Trúboðar, Fyrstu vikuna vorum við einmitt í þessum vestum sem foreldrarnir eru alltaf í. Og það var svolítið svona, við þurftum að alltaf tilkynna þegar við komum. Við erum ekki foreldrar af því að við vorum alltaf spurð, eru þið foreldrar? Eru þið bara ógeðslega ungir foreldrar? Og það var því við vorum að bíða eftir jökkunum. Svo komum jakkanir, þá komu alltaf aðra spurningar, sko. Það var mjög fyndið. en oftast samt, akkur eru þið í eins jökkum? Já. Ég sagði alltaf bara, þetta mér finnst þið svo töff. Nákvæmlega. Þá komum við öll að kaupa okkur eins. Já. En já, kannski líka mitt, þú veist, helsti munurinn með flotan og vettvangstarfi er með þetta element, sko. Þið eru líka félagsmiðstöð, en vettvangstarf félagsmiðstöðina er miklu meira þetta að vera úti eftir útivistartíma líkur í þessu tiltekna hverfi og vera til staðar fyrir unglingarna þar og þá einmitt, þú veist, hjálpa þeim að komast heim eða ef það er eitthvað, þú veist, að koma þeim við þetta úrræði eða hvað, þú veist, bara vera til staðar og ekki með þetta inngripsvald sem að margir halda að við séum með. Mér finnst það einmitt mjög gott að árétta það. Það var mikill misskilningur. Já, eins og við séum með hérna bara eitthvað I will arrest you, eitthvað, þú veist. Óskararleg handtaka bara. Einmitt. Það er ekki málið. Nei. En já, en þú veist, einmitt að flotin er líka í þessu, þú veist, þegar að þau mega vera úti, en eru bara í raun og veru að vera til staðar og vera fagaðilar á vettvangi til þess að hjálpa þeim ef kynni að þau séu einmitt bara í áhættuhegðun þó svo að útivistartíma sé ekki lokið, skiljiði. Algjörlega, og með þessu líka þá erum við að öllum líkindum að ná inn kannski einhverjum úlingum eða ná til einhverjum úlinga sem eru kannski ekkert að sækja félagsmiðstöðuna sína, þekki ekki félagsmiðstöðvarstarf kannski beint, veit ekki út hvað hann gengur og allt það. Og þú veist, ég er nú kannski ekki hlutlaus en félagsmiðstöðvar eru rosa mikilvægar. Það er bara mikilvægast í heimi, finnst mér. Það er mikilvægt. Og þú veist, það er svo gott fyrir úlinga að hafa einhvern svona fullorðinn, skilurðu, sem að getur, þú veist, verið svona til staðar fyrir mann og gefa manni ráð og spjalla við og bara verið svona félagi, skilurðu. Og þetta var bara svona auka möguleiki til þess og þess vegna finnst mér þetta svo ógeðslega kúl verkefni og mjög stoltur að hafa verið í þessu verkefni í sumar og er náttúrulega ennþá í þessu núna þótt sem aðeins öðruvísi sniði. Já. Ekki hægt að vera jafn mikið úti kannski með viðburði í desember. Nei. En er planið, þú veist, að fara og kannski setja þetta í sömu mynd þegar nær dregur að sumri? Ég veit ekki alveg hvernig planið er núna með það. Mér finnst það geggjað, sko. Já. Það er ógeðslega næs og bara við tókum eftir í sumar með því að vera að vinna þarna að þetta var ógeðslega þarft. Það eru ótrúlega margir sem eru bara úti að snáðast og vita kannski ekki alveg hvað þeir eiga að vera að gera og sem finnst kannski gott að hafa einhvern svona ramma bara, nú ætlum við í bingo hérna á Breiðholtsskóla eins og við gerðum einu sinni sem var skemmtilegt. Skemmtilegt. Og bara hafa eitthvað í gangi fyrir alla, skilur. Þannig að jú, bara
mér finnst það alveg, allavega mér finnst það góð hugmynd að það sé ekki bara við sumari, kannski líka aðeins inn á vorið. Já, ég er sammála. Líka þú veist, á sumrin þá er ekki skóli, það er einhvern veginn fer ógeðslega margt í frí, að þá verða þau kannski eirðarlausari, hafa minna að gera og þá einmitt eru þau miklu gjarnari á að fara í einhverja áhættuhegðun, prófa eitthvað, þú veist, gera eitthvað sniðugt eða ekki sniðugt og þá er svo gott, missniðugt, já. Og þá er svo gott einhvern veginn að við getum komið til þeirra. Þú veist, við vorum bara búin að svolítið finna út hvar þau voru og svo komum við bara þangað og það var alltaf vel tekið í mann, þú veist, þau einhvern veginn voru alltaf til í spjall og til í að gera eitthvað og það var bara mjög skemmtilegt. Kekja. Og það er náttúrulega bara gera það allir einhvern veginn, taka kannski einhverjar rangar ákvarðanir og þá er ógeðslega gott að hafa einhvern fullorðinn sem að veit og svona fagaðilan skilurðu, sem að veit hvernig hann á að snúa sér í því. Einmitt. Og sama tíma líka bara hlutlausan fullorðinn aðila. Ég veit að ég á þessum tíma hefði kannski ekki farið til mömmu eða pappa eða eitthvað, þú veist, af því að maður vildi einhvern veginn ekki, þú veist, maður vildi bara, þú veist, það var gott að fara til einhvers sem að var akkurat hlutlaus og þá er svo gott að geta haft einhvern svona bara sem í rauninni þekkir það ekki þannig en getur samt gefið ráð. Mér finnst það rosalega mikilvægt. Sérstaklega með þegar þú ert í hugleiðingunum, sko. Einmitt. Þetta er líka bara svo fyndið, sko, út af því að flótinn einhvern veginn verður einmitt mjög hratt til. En þú veist, árið fyrir það, þá var ég búin að vera að vinna sem svona verkefnastjóri yfir alls konar litlu dúlluverkefnum í Tjörninni. Meðal annars eitt sem var svona að hluta til þess að skýra upp og styrkja þetta vettvangsstarf félagsmiðstöðvanna innan Tjarnarinnar. Og út af því að þú veist, þegar ég byrja að vinna 19 ára í félagsmiðstöð í Kópavoginum, þá voru alltaf það sem við kölluðum útivaktir. Og það er bara nákvæmlega, þú veist, mér svipa á þetta vettvangsstarf og það var bara mjög skýrir svona verkferlar og við skrifum alltaf skýrslu eftir á einhver svona risa möpp í bílnum, eitthvað svona. En vettvangsstarfið kannski var eins og þegar ég byrja svo aftur að vinna í félagsmiðstöð eftir háskólanám, að þá var vettvangsstarfið ekki eins og þessar útivaktir voru ekki nema kannski í kringum einhverja viðburði og kannski bara ekki eins mikil þörf. En eins og bara eiginlega allir geta verið sammála á vettvangi að þá hefur færst í aukana svona hópamyndun og ofbeldishegðun á götum úti og áhættuhegðun og neysla og alls konar. Þannig að við fundum fyrir því að það var bara miklu meiri þörf fyrir þetta vettvangstarf, að vera til staðar og grípa, þú veist, ekki með þetta inngrip en þú veist, grípa kannski inn í samræður eða bara eitthvað svona, ert ekki á leiðinni heim og þá er líklegra að þau fara heim ef þau eru alltaf að sjá okkur á röldinu eða vera þá, þú veist, svona diffusing afl ef að það er eitthvað svona skrítin spenna í hóp sem er að hittast þarna eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, að við fundum öll fyrir því að það þurfti og þar byrjaði bara heilmikil vinna þar sem ég og Andrea Marel í Tjörninni byrjuðum bara eitthvað svona, hvað er það sem við starfsmenn á vettvangi þurfum til þess að styrkja okkur í þessu vettvangsstarfi úti og eftir að útivistartíma lýkur og þá bara, þú veist, söfnum við á okkur alls konar efni, bæði sendum við nú erum við að gleyma hvað heita í Hafnarfirðinum Félagsmiðstöð? Nei, sko, þau eru svona með svona útideild, voru alltaf með en allavega, það skiptir ekki öllu máli, þau sendu mér alls konar efni sem þau áttu sem voru kannski bara eitthvað afrita gömlu, eða þú veist, ekki útfylltar en svona hvernig skýrslur þau voru að nota eða voru þau með einhverja ákveðna, þú veist, verkferla hvernig vaktinn byrjar eða þú veist, hvað sem það var. Kópavogur sendi mér fullt líka, Amanda upp í Kópavogi fann bara til bara eitthvað alls konar dót sem þau áttu bara síðan 1700 súrkál og svo bara alls konar efni á netinu og svo einmitt þetta sænska fólk sem er bara í fararbroddi í þessu vettvangsstarfi og er einmitt bara með sérstaka svona útideild bara hjá borgum og bæjum sem er geðveikt og eru bara markvisst inn í öllum hverfum borgarinnar með þetta starf. Og við tókum þetta bara einhvern veginn allt saman, ég og Andrea, og bara settum þetta bara dreifum úr þessu og úrvarð, út af því að við vorum svo inspireruð af Samfés og sjúka ást fræðslupakkanum
bara til að svona droppa smá frá sig og vera smá sleikja. Að þú veist, við vorum svo ánægð með þetta út þetta styrkir svo innviðið á vettvangi. Veitir hvað ég á við? Já. Að þú veist, að vera bara með í höndunum og það er bara hérna einhver ábyrgðaraðili sem er kannski einhver reynslumanneskja og bara, þú veist, fræðir sig þessi málefni eins og sjúkást eða þá einmitt vettvangstarfi, fær bara hérna þennan pakka í hendurnar, flytur það svo fyrir og svo er það bara, þú veist, gengur það ár eftir ár eftir ár og það er alltaf nýjar og nýjar starfsmenn að læra meira og meira og bara, þú veist, taka þetta að sér og það er alltaf einhver einn ábyrgðaraðili sem að fræðir sinn eigin starfstað og þá ertu með líka mannesku inn á starfstaðnum sem að getur verið þér innan handar ef það er einhverja spurningar, skiljið. Þannig að við byggum til fræðslupakka sem er svona að, þú veist, einmitt, eins og ég sagði hann, innblásið af sjúkást fræðslupakkanum, bara ótrúlega basic, bara verkferðlar í hérna vettvangstarfinu og þú veist, hvað er best að gera, hvernig skýrslu er best að fylla út til að, þú veist, dokumentera hvernig staða hverfisins er, þú veist, hvert er best að leita ef þú lendir í einhverju eða þú veist, bara eitthvað svona búa til lista af stöðum til að kíkja á þegar þú ert á vettvangstarfinu, eitthvað svona bara ótrúlega basic stuff sem er ótrúlega gott að gera og þessi fræðslupakki til og bara að gera að dreifa á sem flesta staði. En við gerum líka handbók fyrir starfsfólk, þannig að þú veist, ef þú ert ekki búin að fá fræðslupakkann eða kemur kannski ráðinn inn seinna eftir að fræðslan er búin eða eitthvað, þá er hægt að gefa þér þessa handbók og hún er mjög ítarleg að mörgu leyti og svo er þessi ábyrgðaraðili sem er tilbúin að taka sér hérna, sem er kempan í vettvangstarfi, búin að taka sér hérna fræðslupakkann, þá getur sú manneskja verið þér innan handar ef þú ert nýr starfsmaður að byrja í vettvangstarfi, bara þannig að þú skiljir þetta bara, af hverju erum við með þetta starf? Já. Hvað það er sem að þú átt að gera á vöktum, þú veist, skiljið þið? Er ég að tala með rassinum? Ég skil. Nei, ég skil þig. Ég var bara svo innsokkin í þetta. En þú veist, þetta er til og bara handbókin er held ég bara í síðasta yfirlestri núna, hún var svona semi-tilbúin í vor og svo varð hún tilbúin eiginlega held ég bara núna. En fræðslupakkin er löngu tilbúin, þannig að það er allt ready, sko. Þannig að þið þarna úti, hringið bara í mig, fræðslupakka. Gott fyrir ykkur að vita. En já, þetta er nefnilega, þetta er ótrúlega gott og líka ég man alveg svona bara þegar ég á fyrst að byrja að vinna í félagsmiðstöð og þetta byrjaði svona vettvangstarf og svona útirölt og eitthvað svona og maður er svo vitlaus, skilur, maður skildi ekki bara svona af hverju. En síðan skildi maður þetta svo miklu betur þegar maður fór, skilur, að vinna við þetta og náttúrulega sérilagi eftir að ég og Katrín vorum í flotanum í svona, þá skildi þetta miklu betur að það er bara, það er ógeðslega gott að vera með eitthvað fólk hérna út á vettvangi sem að getur aðstoða, skilur, það er bara bara ómetanlegt fyrir þessu unglinga og þú veist og síðan var líka kannski smá misskilningur líka í sumar fannst mér þegar við vorum að labba að við vorum að koma og að nú eigi það hægt að hafa gaman. Já. Þetta er ekki staðin í stund til að hafa gaman. Við fengum lúmst oft spurninguna, er það að leita að einhverjum? Já. Er það að koma að taka einhver? Já. Það var eitthvað svona, ég veit ekki alveg hvað þau héldu en við erum ofta að útskýra það að við höfðum ekkert inngrípsvald og vorum ekki að fara að taka neinn á svæðinu. Það var, já. Ekki þig. Þetta var meira Þú svona... með okkur, Siggi. Nei, nú hætti þið... Siggi núna er alltaf með vesen. Siggi, Já, Siggi núna var erfiður. Þetta var meira svona, nei, nú hætti þið að hafa gaman án okkar. Við viljum hafa gaman líka. Já. Við viljum please joina bara. Spjalla það bara. Og þú veist, og það er bara þannig að, þú veist, eitt spjall getur breytt helling fyrir ungar manneskjur. 100%. Og líka bara hafa þessar jákvæða fyrirmyndir á vettvangi sem er að sýna þér ást og umhyggju og hlýju og er ekki sama að þú sért úti eftir útvistartíma líkur að gera eitthvað shit, skilurðu. Þú veist, Og svo einmitt lentum við líka bara í því að þau voru ekkert endilega að gera eitthvað af sér. Þau kannski sátu bara á skólalóðinni og voru bara að spjalla og bara að gera sitt en svo er einhverjar aðstæður í kringum þau. Þú veist, við einmitt lentum, manstu eftir því? Ég ætla ekki að segja oh my god, mér langar svo að heyra þessa sögu. Já, við lentum einu svona í því að það voru 3 krakkar bara að sitja og spjalla og við bara einhvern veginn, þetta var svo akkurat staður og stund bara þegar við droppum þann inn að það eru hrikalegar aðstæður bara í blokkinni við bekkinn og svo kemur
líka manneskja labbandi að þeim og fer að reyna svona, þú veist, íta þeim bara einhverju mjög óæskilegu og við erum bara... Ángra, það gott orð. Ángra, já, algjörlega og þetta einhvern veginn bara, þú veist, maður fann það bara hvað þetta var svo ógeðslega gott að við vorum þarna og hvað þau voru líka ógeðslega fegin að við vorum þarna og tóku það alveg fram. Þá fann maður það, skilur, að þetta svo þarft að það sé einhver þarna bara sem bara að hugsa þau. Þú veist, við vorum ekkert að fara að engagea í einhverjar aðstæður þarna en við erum bara þarna fyrir þau ef þeim líður illa og þau þurfa okkur að halda og bara, já, hvað ógeðslega mikilvægt að sitja í staðar. Og þessu samfélagi, sko. Já. Maður hefur einmitt oft líka bara, þú veist, þess að tekið vettarstarfsvakt á, þú veist, menningarnótt eða þessum stærri viðburðum og þá kannski meira einmitt, þú veist, unglingar að lenda í að verða vitni að einhverju sem að þau eru of ung til að prósessa eða þú veist, eiga ekki að verða vitni að og ég einmitt lendi í því sjálf að þú veist, þurfa að vera bara að hugga, þú veist, krakka í krátinu og það var bara, þú veist, maður sá alveg að bara þessi aðhlynning var svo ofboðslega mikilvæg fyrir þau þegar þau eru kannski að verða vitni að einhverju ofbeldi sem ofboðslega ókveikjandi, skilurðu, fyrir þau. Þannig að, þú veist, bara nákvæmlega eins og þessar aðstæður, þú veist, maður finnur svo mikið tilganginn sinn í því og þetta snýst í grunninn bara það að vera til staðar og bara sýna ást og umhyggju og hlýju og bara ég hérna fyrir þig, bara hvernig get ég hjálpað þér að líða betur og bara leiða mér að tengja það við aðila, bara hér félagsmiðstöðin þín, ok, virkar það ekki, eitthvað annað, skilurðu? Já, nákvæmlega, finna bara einhverja lausn, bara ok, þetta við finnum bara hvað við getum gert. Einmitt. Nákvæmlega. Og við náðum einmitt líka í sumar þegar við fórum í heimsóknir í þessar félagsmiðstöðvar líka að, þú veist, kynnast bara svolítið starfið hjá þeim í hvert skipti. Og þegar við fórum, við fórum allan í svona 95% félagsmiðstöðva í Reykjavík. Einhverju sem gekk ekki upp, og það bara allt í lagi, stundum þannig. Og þú veist, þá kannski hittum við einhvern sem var í einhverjum vandræðum og búin að sér í einhverja klípu og þá gátum við einmitt líka bara svona að tala en ertu búin að kíkja út af því þú ert úr þessu hverju ertu búin að kíkja í félagsmiðstöðina og tala við þennan sem að vinna þar. Ég held að þessi geti hjálpað þér við þetta sem ógeðslega næs, sko. Og síðan náttúrulega líka bara það sem ég hef búin að hlakka líka mjög mikið til með áður en að COVID eyðilega það var að hitta þessa krakka síðan kannski, þú veist, eins og á landsmóti og eitthvað svoleiðis, bara svona, nei, já, ég man að ég hitti þig í Gransagarðinum eða eitthvað. Nákvæmlega. Þess vegna var einmitt svo gaman að taka þetta áfram, þú veist, við erum náttúrulega með þetta starf núna, en að halda áfram á næsta ári og vonandi það COVID búið og sjá hvernig þetta verður þá. Þú veist, að það ekki einhverjar fjallar, takmörk og það má ekki halda þetta og má ekki gera þetta og allt þetta, þú veist, að sjá bara hvernig þetta myndi þróast þannig. Líka þá þetta búið að festa sig í sessi meira. Já. Maður finnur það alveg núna bara, þú veist, bara við það að vera með reglulegt vettvangsstarf, að þau eru byrjuð að þekkja okkur. Já, og það er bara svona, já, ég er að fara heim, eitthvað svona, einhver usual suspects, eitthvað svona, þú veist, út á götum úti og það er svo fallegt að þú veist, það er ekkert eitthvað þessi, eða svona bara, hvað ert þú að gera þetta? Núna bara vita þau tilganginn okkar. Nákvæmlega. Og eru bara ótrúlega meðvitið okkur, eða svona mörg hver. Þannig að alltaf þessar engladúllur sem eru bara eitthvað, ég er alltaf heima frá 8, eitthvað. En þú veist, við erum alltaf að tala um hina. En það, maður finnur bara, þau eru þakklátt. Þau bara, þú veist, eru bara, sko, já, þú ert að passa upp á mig, þú ert að fylgjast með mér. Bara, ég veit að þið þykir vænt um mig, þess vegna ertu að segja mér að fara heim. Nákvæmlega. Sem er ótrúlega cute. Nákvæmlega. Og bara eru sumir sem að eiga ekkert eitthvað stað nema bara að vera úti og þessari skóla og eitthvað svoleiðis og það var bara gott að koma þangað. Eins og við erum kannski búin að koma inn á. Það var eitthvað annað sem ég ætlaði að segja en ég er búin að glemma því. Ég ætlaði kannski, eða svona eina sem ég man eftir að hugsa sko, þú veist, út af því að ég hef heyrt starfsmenn af vettvangi lýsa að vera bara svona svolítið óörugg út af því að þau skilji ekki alveg hvernig þau eiga aðhafast í þessu vettvangsstarfi. Nei, og þetta er alveg... Og ég bara að labba upp að þeim og segja hæ. Og þetta er alveg... Maður er bara, já. Þetta er alveg stundum súrrealískar aðstæður, sko. Já, einmitt. Góðan daginn. Góðan daginn. Á einhverju sunnu. Það er sunnudagsstöðina. Ég skal hjálpa þér. Hæ? Viktor er komin í þetta.
Sunnan að... Ég held að höldum þessu bara inn með þessum bara... Þetta er bara hluti. Gangi vel. Bara hluti af spjallinu. Já, vonandi finnur hann sunnum. Ég er peppuð í hann finnur sunnu. Já. En það sem við vorum að segja voru að þetta er alveg stundum súrrealískar aðstæður að koma bara eitthvað hæ, Já. ég er að vinna í félagsmiðstöð, Já. viltu tala við mig? Já, ég veit. Svona. En það er oft bara, þú veist, það eru kannski svona 4 sekúndur á vandræðarleika. Algjörlega. Og svo allt í einu myndast eitthvað ótrúlega fallegt bond. Nákvæmlega, þetta er svona skrítið yfirstíga, en samt ekkert mál. Nei. En svo eru þau einhvern veginn líka bara ekkert að pæla í eitthvað svona, þú veist, þau eru ekki að peppuð í að spjalla við mann líka, þannig að þetta einhvern veginn bara, þetta verður svo eðlilegt. Man einhvern veginn finnst þetta gett skrítið að koma bara að labba einhverjum bara hæ, en þetta verður svo eðlilegt en skrítið á hljómar. Og líka bara, þú veist, ef því öruggari sem að maður er á einhvern veginn rammanum í kringum þetta, sem er bara eitthvað basic verkferðlar, eða bara eitthvað svona, ég skrifa alltaf þetta í skýrsluna, bara eitthvað svona, ég er í þessu vesti og svarið mitt við spurningunni, af hverju þetta í þessu vesti, ég er í vettvangsstarfi og ég er hér til að vera til staðar fyrir börn og unglinga eftir að útivistartíma lýkur. Bara þessi setning, að bara svona leggja inn á minnið, segja þetta alltaf þegar maður er eitthvað svona rölla, til dæmis ég er í miðborginni og ég lendi rosa mikið í fullu fólki þegar ég er í vettvangsstarfi. En þú veist, og það er svo easy bara eitthvað svona, leið maður að koma svona litli hluti, að þá kemur hitt bara svolítið með. Já, það gerir það sko, það er alveg rétt. En það sem var líka einmitt skemmtilegt við þetta var þegar fullorðið fólk sá okkur og var að spyrja okkur út í þetta. Og við fengum mikið pepp varðandi það, bæði varðandi vettvangsstarf, þú veist, þeirra í hverfunum og flotan, sko. Og þú veist, við hittum foreldrar allt á nokkrum stöðum og það var bara mjög skemmtilegt. Og eins og ég sagði, þetta var lúmst markaðsstarf í sumar og ég vona bara að þetta verði síðan bara ennþá stærra og stærra með árunum, sko. Í rauninni minn draumur er í rauninni að hafa sko 2 teymi í gangi í einu, mismunandi. Þetta stærra svæði, sko. Að geta einhvern veginn, þá er maður líka, þú veist, getur svona hnitbið að bara, heyrðu, við tökum Grafarvogi í kvöld, þið kannski takið miðbæinn eða hvað það er. Og svo erum við bara í bandi, bara, heyrðu, það hérna vantar kannski aðeins hérna. Í staðinn fyrir þetta er svo stórt svæði, við erum alla Reykjavík. Það getur verið ógeðslega erfitt að, mann er langar að vera alls staðar á sama tíma, sem er náttúrulega ekkert hægt. Það væri geggjað að geta stækkað þetta og haft einhvern veginn svæðiskipt og hafa 2 teymi. Ég held líka bara minn draumur sé að þetta verði svona bara hluti af samfélaginu. Þegar eins og ég líti á þetta þá er þetta bara ótrúlega mikilvæg vinna fyrir samfélagið. Klárlega. Þetta er bara svona our community. Bara við erum hérna öll saman í þessu að vera til stað fyrir þau sem þurfa á okkur að halda. Og draumsýnin mín er bara eitthvað svona að þú veist, allir, bara ungir sem aldir, vitum bara að þannig er flotinn. Þannig er félagsmiðstöðvarstarfsfólkið okkar. Þú veist að við séum bara hluti af þessum sýnileika inn í hverfinu, alveg eins og foreldraröldi, alveg eins og nágrannavarsla. Þú veist, þessi hluti sem að sýnir bara svona fólk samfélagsins koma saman og við erum bara hérna til að gera hlutina eins vel og við getum. Nákvæmlega. Og við erum líka að bjóða upp á þessu mismunandi hluti eins og þú sagði, nágrannavarsla, foreldraröld, vettvangsstarf, skilur. Það er líka bara mismunandi hluti sem virka fyrir mismunandi fólk, skilur. Og líka bara, þetta helst allt í hendur. Og síðan helst þetta allt í hendur og markmiðið í rauninni, í grunninn alltaf það sama. Að öllum líði vel. Já! Er þetta ekki fullkomlega logo? Ég held það. Ég er ekki að djóka. Geggjað. Það bara, hvað gaman að spjalla við ykkur þetta. Sömuleiðis, alltaf gaman. Alltaf gaman. Og takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að hlusta.